Skál. Það kominn október, það kominn 1. október. Ég var með gesti í morgun og ef að Guð lofar, þá getið þið séð afraksturinn á Stöð 2 í Íslandi í dag, á fimmtudaginn. Á fimmtudaginn, Guð minn góður. Ok, þess vegna er ég svona fín í dag. Ok, ég ætla að fara yfir prómóolíurnar fyrir október. Ég er búin að hafa svona 5 mínútur til að undirbúa mig, en ég þekki sem betur fyrir flestar þessar olíur. Og fyrsta olían er Melaleuca alternifolia. Og Melaleuca alternifolia er bara tea tree. Flestir þekkja hana undir nafninu tea tree. Hæ, gaman að sjá ykkur. Melaleuca. Ó, þetta er australiskest tríbenól, þess er á þýsku, það var nú ekki gott. Jæja, tea tree er nú kannski ekki svona, jæja, ok. Sumum finnst hún ágæt, en svona, hann er kannski ekkert svona mest sexy olían. Ég nota Melrose, það er tea tree blandan mín og svo er náttúrulega tea tree líka í Purification. En tea tree hefur náttúrulega bara verið notað svo lengi til að hreinsa, frábær í þvottavélina, frábær á lítil sár, kannski á flugnabit. Hann er bara æðisleg sem svona hreinsandi, styðjandi olía og kannski í svona hárspreyi núna á þessum árstíma. En Melrose er olían sem ég mæli með fyrir alla í það, af því að það er bara rósmarín, negull og tea tree í henni, svona frábær blanda líka fyrir hárið. En að tea tree er sem sagt að Melaleuca er gjöf fyrir þá sem eru í Essential Rewards, eru með tryggðaplantanir. Þannig að þessi olía fyrir 120 PV er bara fyrir þá sem eru í Essential Rewards, en allar hinar olíurnar koma með pöntunum fyrir alla, bæði fyrir þá sem eru í Essential Rewards og hina sem eru ekki í Essential Rewards. Þannig að fyrir 190 PV sem er næsta skrefið er Release, oh my god, Release, hún er 5 millilítra, en þetta er svo mikið lykilolía fyrir alla sem vilja vinna með að losa gömul munstur, stíga út fyrir þægindaramman, sleppa tökunum á einhverju gömlu sem heldur í mann. Oh my god, það er sko ekki bara að það sé Sacred Sandalwood í henni, nei, Royal Hawaiian Sandalwood. Það er líka Ylang og lavender, Blue Tansy, þess vegna líka blá eins og margar olíur. Og rósarolíu. Þess vegna er hún svona kannski ekki ódýrar í kantinum. Það er frábært að nudda Release á lifrarsvæðið eða undir jakkana á fótunum sem þar eru líka lifrarsvæði. Og svo má setja margar olíur á eyrun og það eru vítaflexpunktar á eyrunum sem er hægt að nota til að vinna með svona tilfinningar. Frábært að setja olíurnar á eyrun. Release, sem sagt 5 millilítra og Tangerine. Tangerine er bara ótrúlega frábær úti í þennan, sko. Hún er æðisleg úti í þennan. Líka órans, svona til viðbótar. Hún er æðisleg og bara frábær í alls konar sósur í eldhúsið eða jafnvel út á salat. Þannig að maður nota oh boy, hún er ekki plúsolía, sorry. En hún er í Nix Red, Tangerine, held ég örugglega. Það er eina af þessum olíum sem er í Nix Red. Og líka eru allar sítrusolíurnar svolítið góðar bara í úðarann, svona með öðrum olíum, með öðrum þyngri olíum, gerir allt svona sætt og gott. 190 PV. Komna 3 olíur, svo kemur bergamott. Bergamott er líka sítrusolía. Bergamott er unnin úr sítrushýði af bergamott ávextinum. Þetta er yfirleitt svona frekar ljósnæmolía, gerir húðinu ljósnæma, ekki setja hana á húðina og fara út í sólina og hún er í joy og peace and calming kannski, þessum olíum sem við viljum heldur ekki nota á húðina ef við erum farið í sól.
Hún er mjög mikið notað nuddurum í alls konar nudd og sogaða nudd, bara svona til að auka flæðið í líkamanum, þannig að frábært að bera bergamott á fæturnar. Bergamott er líka olían sem að gefur Earl Grey teinu bragðið, þannig að þetta er Earl Grey olían, skemmtilegt. Upplyftandi eins og alla sítrusólíur, frábær líka í úðarann. Bergamott og svo Christmas Spirit og það er 15 millilítra Christmas Spirit og Christmas Spirit er náttúrulega bara jólaandinn. Kanill, órans, einhverju sprús, svona grenitegundir, jólatré, kryddkaka og appelsínurnar, allt saman í einni blöndu, þannig að bara allt sem tengir mann við jólin er komið saman í eina blöndu. Frábær gjöf líka, 15 millilítra citrus fresh. Þannig að maður vill bara hafa svona stemmingu, jólastemmingu, þá er þetta fullkomið ef að Thieves er ekki nóg fyrir mann. Thieves er líka svolítið jólastemming, svo kemur þetta var 250, Christmas Spirit og bergamott, svo kemur 350, það eru Roman Chamomile og Idaho Blue Spruce. Mjög miklar uppáhaldsolíur. Og Idaho Blue Spruce er náttúrulega lykilolían í Valor, gerir hann sterkan og jarðtengimann. Róandi og slakandi, allar svona greniolíur líka sem bara frekar góða fyrir lungun. Líka til að hjálpa okkur að skerpa hugan. Hún hefur mjög háa tíðni, þannig að hjálpar okkur að efla lífsorkun okkar. Og það er líka þegar maður er að vinna með styrk, þá þarf maður líka, það er bara gott að hækka svona svolítið tíðnin og jákvæðnina, því að tíðnin er líka svona jákvæðni og svona meira inn á kærleikstilfinningar og von heldur en þegar maður er ekki með mikla von. Þá er gott að nota Idaho Blue Spruce til að gefa manni svolítið svona styrk og jarðtengingu. Þannig hún er æðisleg. Falleg olía og mjög góð fyrir stráka líka, þannig að styrkir hormónakerfið, góð aðeins fyrir karlorkuna. Geggjuð olía, hún er náttúrulega í Believe líka. Idaho Blue Spruce er í Believe. Og svo er það Roman Chamomile. Roman Chamomile. Ég elska Roman Chamomile. Og Roman Chamomile er svona, það er mjög mikið esterum í henni sem að vinna inn á tilfinningar. Hún er náttúrulega róandi og slakandi eins og allar mæður vita því að kamil er teróandi, kamil er bara róandi og slakandi. Hún er gefur manni þessa slökun og ró. Hvað segir manni Kemur frá Norður-Ameríku og Ástralíu, gefur manni kyrrð og þolinmæði. Frábært að setja hana bara í nuddolíu, setja hana í vaff-sex og nota hana í nudd og ég nota hana stundum líka í bað. Það þegar ég vil fara svona langt og slakandi og róandi bað, getur maður sett pínlítið af Roman Chamomile í baðið sitt. Jæja, er ég búin að kaupa miðar á ráðstefnuna? Það er ennþá til miðar á ráðstefnuna, ég bara hvet ykkur til að koma af því að þetta verður ótrúlega flotti fyrirlestrar, mikil fræðsla, skemmtileg, vonandi skemmtileg. Ég er alveg viss um það. Það er bara skemmtilegt fólk sem er að tala, ótrúlega áhugaverðar sögur. Og það er svo gaman og mikilvægt að heyra að við erum öll að kljást við sömu hlutina, við erum svo mikið að kljást við sömu hlutina og sömu hindranirnar og það er gott að heyra hvernig aðrir stíga út fyrir þægindaramman og takast á við þessar hindranir og þennan hring sem við stundum eigum erfitt með að fara út fyrir. Segðu mér hvort þú ert búin að kaupa miða. En annars ætla ég að láta þetta duga í dag. Þetta var mjög stutt af því að gestirnir mínir eru nýfarnir og ég þarf líka aðeins að vinna í því að senda mér gögn, hafa það gott
í dag.